ég heiti Sigtryggur, en kallaði Diddi. Ég núna með projekt í gangi sem er kallað Dada og það svona elektróníska Dota-projektið mitt, sóló músík sem ég að búa til og að senda út plötur núna bráðum með nokkrum góðum vinum auðvitað sem hjálpa mér og þetta er svona verkefni sem einhvern veginn var búið að bíða eftir mér alla ævi af því að ég var alltaf búinn að vera að spila í hljómsveitum og taka þátt eða pródúsera fyrir aðra eða vinna bara eitthvað allt annað sko og einhvern veginn þetta hafði setið á hakanum og nú er ég bara að gera þetta og njóta þess. Hérna í litla stúdíónu mínu. Já, altså bakgrunnurinn minn hann er í tónlist fyrst og fremst. Ég fór að læra á píanó þegar ég var krakki, kannski gæti hafa verið 10 ára eða eitthvað svoleiðis. Og áhugi minn á músík snerist alltaf fyrst hljóðfærið sjálft og að kannski reyna að kunna eitthvað á það og skilja tónlist. Svo keypti ég mér, ég var 11 ára, ég keypti mér svona lítinn Yamaha skemmtara einhvern skratta hjá tegund í Svíþjóð og á honum var Basic FM synti sem það var hægt að stilla svona parametra og það var hægt að editera soundina þess að þetta sko erum að tala 1985 kannski þetta var og DX7 var ekki búinn að vera lengi á markaðnum og Yamaha var örugglega svona að reyna að filtera þetta dót niður í neytenda dótið sitt sko og eftir þetta þá keypti ég mér Juno 60 sem var fyrsti svona alvöru synti minn og þá var nú eiginlega ekki aftur snúið, þá var einhvern veginn þá endaði þetta með því að hætti bara í klassíska náminu, það var ekki hægt sko, ég fór bara að fikta í cut-off og resonance og eitthvað og fókusinn fór allur á sound og sjálf og popmúsík og svona og þann kúltúr allan sem var annars vegar svona blanda af gömlum áhrifum frá pabba, svona prog tónlist sko þú veist aftur í Terry Riley og Wendy Carlos og Jean-Michel Jarre og svona dót sko og þetta hafði allt mjög mikil mótandi áhrif yfir í svo punk og nýbylgju sem var svona að gerast þá og Cure sko sem voru notuð alltaf rosalega mikið synta sko og strengjavélar og alls konar dót og þannig ferðaðist ég sko áfram inn í svona aðeins gítar-orienteraða tónlist sem notaði hljómborð og hljómborð voru alltaf minn vettvangur. Svo allt dótið sko, DX7 og ég átti alveg nokkra svoleiðis og lærði dálítið vel á þá og alls konar analóg dót annað, einhverju Junoar og sampler, ég átti líka sampler mjög snemma, svona 1987-8, Roland S50, það þótti alveg ægilega mikið tæki þá. 12-bita græja, það var hægt að taka upp í svona 15 sekúndur kannski, ég man ekki, eitthvað svoleiðis, alveg meira áttar. Og svo keypti ég mér alls konar dót líka, ég átti Jupiter 8 aðeins seinna á þessum tíma og Roland svona SH-gaura, SH2 og Korg Delta og svona, þetta var eitthvað svona bara, ég átti alltaf eftir að skoða þetta meira og meira og kanna þetta meira. Líka elektroakústísku hljóðfærin, af því að ég var alltaf að reyna að kunna á hljómborð. Ég átti Hammond-orgel og klavinett og Rhodes og öll þessi mekanísku hljóðfæri sem voru bara æðislega skemmtileg og hluti af svona einhverju menntaskóla kikki sko sem lifði með mér og eiginlega ennþá svolítið í skúrnum hjá mér líka sko. Ég fór aftur að læra svo á píanó og lærði klassík og lærði á píanó og svo á pípuorgel líka. Ætlaði einhvern veginn að reyna að vera organisti en það var samt þetta elektróníska dót kallaði alltaf á mig aftur og það var einhvern veginn ekki hægt að hafna því sko. Ég er bara þar ennþá. Á sko allir menntaskólanum þá þetta voru svona hljómsveitir sko, spilaði ég nokkrum fyrsta svona stóra platan sem ég tók upp og var með að taka upp, það var með hljómsveit sem hét Sigarett og fekk nú svona
dálítið svona blendna dóma þessi plata. En hún var býsna vinsæl, 2-3 lög af henni alveg rosalega vinsæl, svona 1995 trúi ég, sumarið þá eitthvað svoleiðis. Og við tókum þessa plötu upp í Sýrlandi, við vorum í dagsessjónum, mér finnst svona seinnipart vetrar eitthvað svoleiðis. Og stúdíó var blokkað fyrir okkur daginn og svo var hópur af furðufuglum sem að kallaði sig Guskus og þau voru með næturnar blokkaðar, kom inn svona leðurblökur og vampírur og lið sem skreið inn kvöldmatarleytið og þetta var mjög skemmtilegu tíma því við vorum að taka upp eitthvað svona Brit pop dót sko og ég var með svona Hammond og píanó og eitthvað og það var samt með elektróniska dótið mitt þarna líka og þarna var Biggi með arpinn sinn stóra og þú veist þetta var bara einhvern veginn það var svona kreatífur tími sko, maður var bara að læra á stórar teipvélar og mixerdeska og hvernig var hægt að gera þetta þó við notuðum ekki sequencer eða svoleiðis af þessari plötu. Ég hafði samt verið að nota þeim mörg ár. Svo átti ég eftir að fara fljótlega upp úr þessu þá flúðum við öll til Englands, ég og Einar Tönsberg félagi minn til margra ára í músík og Heiðrún sem söng í þessu, við fórum öll hann út og ég fór að vinna músík svona sjálfstætt og með öðrum Íslendingum aðeins í London og þarna áttum við Einar svo eftir að vinna plötu með hljómsveit sem að hét Lorien, að við fengum ágætis bara flottan plötudíl við Sony á þessum tíma með hvað tíðkaðist og við vorum bara lengi að taka upp plötu með einhverjum alls konar flottum pródúsentum og svona og þetta var ágætis plata, hún var svona off-producerið dálítið og búið að svona skúra úr henni kjarnan aðeins fyrir hún kom loksins. En þetta var mjög lærdómsríkt og skemmtilegt og margt svona túra Bretland og Evrópu og bara spennandi, gaman. Svo bara Dada sem að bara það sem ég að gera núna prívat fyrir utan að spila. Ég spila aðeins með Bigga Hilmar svolítið og í nokkrum svona projektum sko. Dada bara, það svona mitt prívat projekt og ég startaði því fyrir svona 4-5 árum síðan og það var eiginlega með svona konseptið var bara elektróník og einfaldleiki og líka það að vera ekki að reyna að hafna gömlum og góðum áhrifavöldum sko, bara að leyfa þess að flæða og ég að vísu á þessum tíma búinn að taka upp plötu svona 4-5 sinnum í gegn sko og alltaf svona henda á draslið og koma með nýtt og svona, þetta alveg vonlaust vinnuferli. Þetta mjög gaman samt, af því að það ætlar enginn að borga mér pening fyrir þessar plötu, ekki svo viti til ennþá og fyrir vikið frelsið bara algjört sko. Og ég mætti með þetta á Sónar núna síðast, það var alveg bara brjálæðislega gaman og það var skemmtilegt band og Edberg var með og Grímsi trommari og Pétur Ben var, spilar á svona Artúria synta og fjör. Þetta bara svona, svolítið bara horft til þess að líka bara gera sound sko og bara hafa gaman. Já, græjurnar. Það svona stílþýtt að hverju Ég nú svona aðeins, ég í gegnum tíðina búinn að selja þetta alltaf frá mér af fallegu og góðu dóti og búinn að fara í gegnum aðeins að endurnýja þetta sem bara bæði gott og vont sko. Ég sakna sumra hluta en einhvern veginn að það sem skiptir mestu máli samt að maður haldi áfram að skapa tónlist og ég hef einhvern veginn aldrei fundið svo þungt fyrir því að það hafi skaðað tónlistina mína að eiga ekki lengur Juno eða Júpíter eða eitthvað. Það eitthvað annað dót sem kemur og ef maður veit svolítið hvað það sem maður vill eða kann á dótið sitt, það sem maður á, þá það yfirleitt bara, mér hefur reynst það bara nóg sko. Á einum punkti þá átti ég þennan DX7, ég var svona kannski 12 ára, 13 ára eða eitthvað og það var eini syndir sem ég átti og ég neyddist til að læra hann. Það hræðilegt að búa til hljóð á þetta en þau eru alveg flott sko og ég svolítið að nota hann aðeins að endurúppgötva hann. Það kom alls konar skrítinn flott hljóð sko
sem að hérna er bara gaman að nota sko. Og maður fær þetta ekkert endilega á svo mörgum öðrum hljóðfærum. Rhodes píanóin og klavinettin og svona, ég seldi þetta líka maður og það er Kitty Hjálmur og einhverjir strákar að nota þetta voða mikið núna, en það er bara æðislegt sko. Hérna er ég með í fóstri eitt svona rafmagnspíanó og það er bara gott líka. Prophet 8 keypti ég líka í sárabætur fyrir einhvern pólísinda og þetta er bara, ég finnst þetta bara mjög skemmtilegt tæki sko. En maður þarf aðeins svolítið að vita hvað það er sem maður vill kreista út úr þessu. Og ég er að nota rosa mikið líka hérna lítinn svona desktop trommuheila sem er eiginlega 808 klón svona cirka bát, en hann hljómar svip, ekki alveg nákvæmlega eins, en hann er ofsalega punchy og skemmtilegur. Og ég er að nota hann bara mjög mikið núna í þessa plötu, þessa sem ég er að gera. Eitthvað annað dót svona, það er lítill mikrobrút hérna, ofsa hress, einfaldur og góður og það er hægt að nota hann svona í semi-modular með Voyager hérna sem er líka mikið notaður. Ég bý til trommur dálítið með Voyagernum og trommur svolítið með Voyager og aðeins með hérna líka TX-81 hérna FM synda líka. Og svo bara svona eftir því hvernig stemmingin er hverju sinni. Ég er alltaf að bæta meira akústísku dóti inn líka í elektróníska grunninn. Ég er meira og meira að fá til mín trommara hérna og aðeins að svona experimentera með það sko. Og ekkert endilega bara fyrir trommunar sjálfar, fyrir einhver beat, heldur bara það sem trommari getur gert með dótið sitt. Hann getur gert alls konar hljóð sem að syndandi mínir geta ekki búið til. Og svo á ég líka ágætis píanó hérna upp í stofu sem ég tek upp líka og svo vinn ég það svolítið í tölvunni og leik mér með það. Já, effekta, viljið þið vita eitthvað um effektana? Ég nota alveg svolítið af plugginum bara eins og flest venjulegt fólk en svo hef ég líka verið í svona hardware, ég nota samt aðalega hardware, ég nota delay og það er bara hardware líka svolítið gott að hafa allir ef maður er live sko. Hérna Moog-filter sem að ég veit svo sem ekki alveg, ég meina það eru líka 2 Moog-filterar hérna í Voyagernum. Hérna er breakout boxið og hérna svona control processor fyrir Moogin. Þetta er bara frábært dót til að leika sig með og gefur svona dýpt í það sem er að gera. Nanoverb hérna, bara ágætis reverb og góð næs chorus í þessu. Phaser pedal, flanger pedal hann einhvers staðar og overdrive sem er bara gaman að nota og synda, sérstaklega, já, gott á Moogin og svo gott. Já, þetta er bara, núna eins og þetta er núna, þá fer bara outputið úr Voyagerinn, það fer bara beint í hérna pínlítinn magnara sem er hérna. Þetta er alveg ótrúlega tæki, ég er bara nýbúinn að kaupa þetta, ég vissi ekki að vera búinn til svona litli magnarar. En hann er hann. Svo er talkboxið sjálft sem það er bara svona driver, það er bara hátalara box inn í einhverjum stálklumpi og svo er bara hérna plastslanga sem að beinir hljóðinu upp í munnholið og þar getur maður móta hljóðið bara á sama hátt og maður mótar talmál. Svo nánast því sko. Það veldur því að mjög mikið af þessum hljóðum sem kom út úr þessu eru svona á miðjunni einhvers staðar og hérna lítill bassi og lítill toppur. En það er allt í lagi, þetta er bara það sem það er.